Gaman að fá að vera með ykkur hérna í dag, til hamingju með daginn. Mér langar að segja ykkur aðeins frá því sem ég er að gera í Mentor og við erum að gera í Mentor og aðeins að draga saman það sem mér þykir mikilvægast og mér langar að skilja eftir hjá ykkur hérna í dag. En Mentor er í dag starfandi í 5 löndum. Við erum með 1000 skóla sem viðskiptavini, 70 starfsmenn sem eru dreift út heiminn. Þetta er náttúrulega gríðarlega spennandi. Við erum að stækka á hverju ári 30–40%, þannig að það er miklu vaxtarverkir líka. Þetta er ekki auðvelt en gríðarlega áskorun en gríðarlega spennandi. Það sem við erum að gera snertir kannski svona saga lítils sprotafyrirtækis sem vex og stækkar og dafnar og breytist yfir í að vera alþjóðlegt fyrirtæki sem er að selja vörur út allan heim. Við byrjum í einum skóla á Íslandi og sameinuðum síðan sænsku fyrirtæki 2007 og bresku fyrirtæki 2011. Þannig að okkar saga er svona dæmigerð. Þetta er spennandi saga. Það er líka gaman að geta sagt frá því og ég segi þetta oft þar sem ég kem að það er mikill kostur að vera fyrirtæki að byggja upp fyrirtæki á Íslandi. Við erum með stuðningsnet sem kemur og hjálpar til við uppbyggingu fyrirtækisins. Endurgreiddur þróunarkostnaður er dæmi, eitthvað sem skiptir gríðarlega miklu máli. Stuðningur frá Íslandsstofu, stuðningur frá samtökum iðnaðarins og svo framvegis og nýsköpunarmiðstöð. Og ég tala nú ekki tækniþróunarsjóð. Þannig að það er gott að vera að byggja upp fyrirtæki á Íslandi. En það sem skiptir miklu máli í rekstrinum og sérstaklega hjá frumkvöðlum, það er að hafa sterka framtíðarsýn. Ef þú ert með sterka framtíðarsýn, veist nákvæmlega hvert þú ert að fara, þá verða vandamálin langt minni. Að sjálfsögðu lendum við í fullt af vandamálum og lendum í alls konar, stundum finnst manni þau nærri því óyfirstíganleg. En með því að hafa skýra framtíðarsýn, þá verða þau, eins og við segjum stundum, bara bumps in the road. Þið verða að afsaka slettuna. En þetta vildi ég svona skilja eftir hjá okkur. Það er líka áskorun okkar sem eru frumkvöðlar og okkar sem eru leiðtogar að miðla framtíðarsýninni. Og maður gerir aldrei nóg af því að vinna í því að maður þarf að miðla framtíðarsýn bæði til sinna starfsmanna og líka til viðskiptavina og líka til umhverfisins. Það sem Immanuel Kant sagði, mér finnst þetta flott setning, the best way to predict the future is to invent it. Og þetta er nákvæmlega það sem við erum að gera í Mentor. Við erum að hugsa hvernig verður skólastarf eftir 5 til 7 ár og hvað þurfum við þá að gera í dag til þess að vera tilbúin með þá tækni og nýsköpun sem skólarnir þurfa til þess að geta breytt sinni námskrá og kennslufræði í takt við nýja tíma. Þannig að við erum mikið að horfa á framtíðina. En við þurfum líka, framtíðarsýnin gefur orku, hún er orkugjafi, góður orkugjafi og það er það sem frumkvöðlar þurfa að hafa. Frumkvöðlar eru skemmtilegt fyrirbrigði. Við þurfum klárlega að byggja grundvöll þannig að frumkvöðlar spretti upp á Íslandi. Við þurfum fleiri frumkvöðla á Íslandi, það er einfalt. Við þurfum fólk sem er tilbúið að stíga fram og segja ég er með hugmynd, ég er með framtíðarsýn, ég ætla að ná árangri og þora að standa við það. Og ég veit, við erum með fullt af þannig fólki, það er líka frábært. Ísland er með fullt af frumkvöðlum en við þurfum að byggja undir þessa menningu að það sé eftirsóknarvert. Alveg eins og í íþróttunum, þar erum við með flottar fyrirmyndir, við erum með eins og Ásdísi Hjálmsdóttir spjótkastara. Dóttir mín, hún heimtaði allt í henni að fara að keppa í spjótkasti á landsmóti, unglingalandsmóti, af því hún var að horfa á Ásdísi. Hún er líka í fótbolta og er að horfa á Margréti Láru. Þannig íþróttarhreyfingin er að gera þetta markvisst, er að byggja upp afreksfólk sem eru fyrirmyndir fyrir aðra og þetta þurfum við að gera líka í atvinnulífinu. Við þurfum að byggja upp fólk sem er fyrirmyndir þannig að krakkarnir okkar þau stígi fram og segja, heyrðu, ég vil líka gera svona.
Og þetta okkar áskorun, þetta áskorun okkar frumkvöðlana, ykkar sem eru þarna í salnum og allra annara af því að framtíðin byggir svo mikið á þessu. Við erum í Mentor til dæmis að byggja algjörlega á þekkingu, við erum að búa til vöru sem byggir á þekkingu. Við erum að byggja undir framtíðina með því að nýta okkur þekkingu sem kemur úr háskólaumhverfinu, okkur vantar tækni, menntað fólk og svo framvegis, en þarna sé ég gríðarlega framtíðar möguleika. Ég var í Stokkólmi í síðustu viku, fylgdist þar með, við vorum að undirbúa Seed Forum. Þar var ungur drengur, svona 22 ára strákur frá Finnlandi og hann var með algjörlega skýra sín. Hann vissi nákvæmlega hvað hann ætlar að gera. Hann að byggja upp sitt fyrirtæki og hann meiri sig að byrja á því að sína þetta fyrirmyndi mín. Og það var Mark Zuckerberg í Facebook. Og þetta þurfum við að hugsa hvernig fyrirmyndir erum við að byggja upp þannig að við fáum þessa orku að ungt fólk vilji gerast frumkvöðlar. Það mikill heiður að vera valinn talsmaður fyrir evrópsku fyrirtækjavikunar og það gríðarlegur heiður fyrir mig og það ábyrgð mín og það líka ábyrgð ykkar þarna úti að fara og tala fyrir því hvað þýðir það að vera frumkvöðl, hvað þarf það að gera, hvernig berðu það að og við þurfum að koma þessu inn í menningun okkar. En þetta ekki bara að vera frumkvöðl, þetta ekki bara ekki eins og að þú gerir eitthvað einn og sjálfur, þetta snýst að byggja upp teymi, þetta snýst að vinna með fólki og fá það með sér, drífa það áfram og velja traust fólk með sér, þetta teymisvinna, þetta líka þrautsegja. En fyrst og fremst snýst þetta traust, þú ert að treysta fólki, og þetta snýst fókus og þetta snýst framtíðarsýn. Gangi ykkur vel.